Skíðamót Íslands í boði OTA. Og dagurinn bara allt annar. Komið í sæl og blessu og eru velkomið ykkur upp í Hlíðarfjall. Hér fer fram helgina 75. skíðamót Íslands. Fjöldinn allur á keppendum komin í bæinn og von á harðri keppni. Hér í fyrsta þætti af 3 og enn 4 ætlum við að fara í stórsvig og göngu með hefðbundnu sniði. Við ætlum eins og að byrja á sprettgöngunni. Komið með okkur. Fyrsta keppnisgrein skíðamóts Íslands að þessu sinni var sprettgangan. Til leiks voru skráðar 6 konur og 11 karlmenn. Keppendur fóru allir einn tímatökuhring og var þeim raðað niður í undanúrslitariðla byggð á þeim tímum sem þeir náðu þar. Hjá konunum var keppt í 2 3 keppendariðlum í undanúrslitunum og var keppnin gríðarlega hörð og spennandi. Að lokum voru þær Veronika Lagún, Katrín Arnardóttir, Elena Dís Viðarsdóttir og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir sem náðu bestu tímunum og skíðuðu sig inn í úrslitagönguna. Það var mikil eftirvænting þegar konurnar voru búin að stilla sér upp fyrir úrslitagönguna. Veronika Lagún þótti sigurstranglegust og olli hún engum vonbrigðum þegar hún skíðaði í mark á 2 mínútum og 26 sekúndum, heilum 4 sekúndum undan Katrín Arnardóttir sem var í öðru sæti. Elena Dís Viðarsdóttir og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir hörðu harða keppni 3. sætið en Elena Dís náði bronsinu þegar upp var staðið. Veronika Lagún fagnaði því sigri á fyrstu keppnisgrein skíðamóts Íslands þetta árið en hún keppi fyrir skíðafélag Akureyrar. Katrín Arnardóttir, þú náður öðru sætinu í sprettgöngunni. Ertu ánægð og sæl með það? Já, bara mjög. Hver var svona lykillinn að velgengninni? Það náttúrulega þrotlausar æfingar að baki. Nei, ég bara, ég veit það eiginlega ekki bara. Ég ekki búin að vera mjög mikið að skíða í vetur, þannig að það var kannski líka bara gömul reynsla. Og þú búin að skráði í fleiri keppnisgreinar helgina? Já, ég bara skráði mig allt. Já. Og hefur engar áhyggjur af lærunum eftir að byrja á sprettgöngunni? Jú, ég nefnilega að hugsa að það er gott að sýra sig aðeins upp í kvöld og mæta svo í 10 km á morgun, þannig að það verður eitthvað. En bara gaman. Veronika, til hamingju með sigurinn í sprettgöngunni, hvað var það sem skilaði sigurinnum? Herri, takk fyrir það, en ég er búin að bara ákveða að setja svona allt í brekkur og þá bara búin að gera það og bara komið best til mark. Var þetta hörð samkeppni? Jú, það var svolítið mikið spenna í öllum 3 brautum. Og hvernig eru svona aðstæðurnar hérna í sprettbrautinni núna? Herri, það voru svolítið erfiðar niðurbrekkur, krókbeygjur, það voru svona mjúkir, en annars braut var alveg perfekt. Keppnin á körlunum var gríðarlega hörð og spennandi. Sævar Helgi Birgisson, ólympíufari, var talinn sem langsígurstranglegustur og skíðaði hann að mikilli röggsemi. Það voru þeir Gísli Einar Árnason og Vadim Gusen sem veittu honum hvað harðasta samkeppni, en þetta voru þeir keppendur sem náðu bestu tímunum í undanúrslitunum. Fast á hæla þeirra fylgdi þó Akureyringurinn Brynjar Leó Kristinsson og Andri Steindórsson og Albert Jónsson voru einnig þeir 2 sem tryggðu sig áfram í úrslitagönguna. Það var mikið barist og vaskleg framgangur keppenda vakti athygli í harðri brautinni. Það voru 6 karlmenn sem stilltu sér upp við rásmarkið í úrslitagöngunni. Flestir töldu Sævar Helga Birgisson frá Ólafsfirði langsígurstranglegastan enda hann tiltölulega nýkominn heima á Ólympíuleikunum þar sem hann keppti mitt í sprettgöngu. Honum fataðist þó eitthvað flugið í upphafinu og var að nálægt því að detta fljótlega eftir startið. Hann lét það þó ekki á sig fá og var búinn að ná næsta keppenda strax í fyrstu beygju. Sævar sýndi mikið öryggi á skíðunum og kom í mark á 1 mínútu og 57 sekúndum, rúmum 4 sekúndum betra en hann Vadim Gusen sem náði öðru sætinu eftir harða baráttu við Gísla Einar Árnason, aldursforseta keppninnar. Brynjar Leó Kristinsson náði í 4. sætinu, Andri Steindórsson í því 5. og Albert Jónsson rak lestina. Hvað var það sem hann skilaði öðru sætinu, lykillinn að velgengninni? Já, ég var svona ekki frábær formi, ekki var dugleg að æfa. Líka Sævar, hann er rosalega sterkur spurningu. Það var rosalega erfitt fyrir eitthvað hér á Íslandi ná honum. En þú náður öðru sætinu af ungu strákunum, þú hlýtur að vera ánægður? Já, mjög ánægður. Og hvernig voru aðstæðurnar í brautinni? Já, það var mjög fínt. Fyrsti vetur nóg snjó hér, svo var rosalega góð braut.
rosalega skemmtilegur. Og framhaldið helgina, ætlar að taka þátt í fleiri göngugreinum? Já. Og stefnir á sigur jafnvel þar? Já, vonandi. Gefum bara ljós svolítið. Sævar Birgisson, til hamingju með fyrsta sæti í sprettgöngunni. Hvernig voru aðstæðurnar brautinni í dag? Þær voru bara mjög góðar. Það er búið að kólna eins og brautin harðnaði til þess leið á seinnipartinn, þannig að við fengum bara fínt færi. Mér leist ekkert á þetta þegar ég kom, það var rosalega mjúkt, sólbráð, en þetta var bara flott. Þú lentir í pínu vandræðum í startinu í úrslitakeppninni. Hvað getur sagt hverjum frá því? Ég er bara klaufagangur í mér. Það var einhver hreyfing á mér enn í startinu. Ég var eitthvað að koma betur fyrir og misti eitthvað jafnvægi, og misti svo aftur jafnvægi út í braut, þannig ég er ekki alveg, ég kannski á ekkert heima en kannski aðeins betur á skíðum. En þú tókst allavega fórustuna fljótlega eftir það og hélst þinn allan tíman og varst efstur í öllum undanriðlunum. Þetta er þín sérgrein? Jú, sprettgöngan er svolítið mín grein sko, og ég þurfti aðeins að taka honum stórum einum fyrstu brekkunni, þannig að það var ágætt. Ég hefði kannski gert það ef ég hef ekki lent í þessu, þannig að fólk fékk alltaf að sjá með henni smá stund á max hraða, þannig að vonandi eitthvað fyrir fólki að horfa. Og hvernig fannst þér svona samkeppni vera, strákarnir sem voru að keppa mót þér? Þeir voru bara sprækir. Við Brynjar erum búin að æfa meira heldur en allir indi samans á þessu ári, þannig að það er ekki hægt að búast við því að þeir vinni okkur, þannig að við höfum alltaf tapa, þeir alltaf vinna, þannig að búast við að við vinnum hér í dag og helgina, en þeir vonandi veit okkur bara keppni þessir kallar sem að koma hér, þannig að þetta var bara spennandi helgina held ég. Og það er alltaf gaman að fagna Íslandstitli? Jú, það er alltaf skemmtilegt, þó maður sé búin að fagna nokkrum, ég held að þetta sé 10. landsmótum mitt og ég sé nú ekki kannski gamall, en það er alltaf gaman að vinna alveg saman á hvaða móti það er. Þá er keppnin í sprettgöngunni lokið og var hún gríðarlega skemmtilega á að horfa. Við ætlum næsta skipti yfir í stórsvið sem fer fram hérna í Suðurbakkanum í Strýtunni. Í brautinni núna er Thelma Rut Jóhannsdóttir frá Ísafirði. Hún er í unglingalandsliðinu, ung og efnileg stelpa með ráðsnúmer 13. Hún var með 3. besta tíman eftir fyrirferðina og við erum fannir að sjá glitti hérna á efri pallinum. Það er mikið traði í brautinni núna. Hún kemur hérna á fleygiferð, mikillir siglingur núna í gegnum efsta hliðið hérna sem við sjáum uppi. Og hvað segir klukkan okkur? Hún er á ágættis tíma. Hún var á 1 mínútu 9 sekúndum og 90 sekúndubrotum og hún nær ekki að taka fyrsta sætið af henni Erlu. En þá er komið á Ólympíufaranum Erlu Ásgeirsdóttur. Hún keppir fyrir hönd Breiðabliks og var á fyrir tímanum 1 mínúta 9 sekúndur og 48 sekúndur brot. Við erum að sjá hérna glitt í hana, Ólympíufaran sjálfan. En hún er einmitt keppti á HM unglinga í Slóvakíu nú fyrir árinu, mánaðamóti febrúar og mars, og er í fantaformi. Hún var með 4. besta tíman eftir fyrirferðina og hún kemur hérna vandanum vaxinn, skíðar þetta mjög kraft og hér kemur hún í mark á 1 mínútu 10 sekúndum og 81 sekúndubroti og nær þar af leiðandi besta samanlagða tímanum. En hvort þetta muni duga henni í fyrsta sæti þegar upp er staðið er ekki víst. Hún er á samanlagðum tíma 2:20:29. Í brautinni núna er Thelma Rut Jóhannsdóttir frá Ísafirði. Hún er í unglingalandsliðinu, ung og efnileg stelpa með ráðsnúmer 13. Hún var með 3. besta tíman eftir fyrirferðina og við erum fannir að sjá glitti í hana hérna á efri pallinum. Það er mikið traði í brautinni núna. Hún kemur hérna á fleygiferð, mikillir siglingur núna í gegnum efsta hliðið hérna sem við sjáum uppi. Og hvað segir klukkan okkur? Hún er á ágættis tíma. Hún var á 1 mínútu 9 sekúndum og 90 sekúndubrotum og hún nær ekki að taka fyrsta sætið af henni Erlu. En hún var á 1:11:57, samanlagður tími 2:20:76 og hún er í öðru sætinu eins og er. Nú er þetta heldur betur farið að vera spennandi en Freydís Halla Einarsdóttir, landsliðskona frá Reykjavík, er í brautinni eins og er. Hún var á fyrri tímanum 1 mínúta 9 sekúndur og 11 sekúndubrot. Og við erum fannir að sjá glitti, hún kemur hérna á efsta hliði sem við sjáum, efri pallinn núna. Hún greina þar að leggja allt í sölurnar, hún er í öðru sæti eftir fyrirferðina. Já, hún tekur krafta beygju þarna og hvað gerur hún? Hún kemur í mark á 1 mínútu 10 sekúndum og 900 sekúndur
og hún því með besta tíman eins og samanlagður tími 2:19 og 20 sekúndur. Hún setur pressu á hana Helgu Maríu Vilhjálmsdóttur. Hún landsliðskona og ólympíufari. Hún var á ólympíuleikunum í Sochi nú fyrir þessu ári og hún keppir fyrir hönd SKRR og var á fyrri tímanum 1:07:08 sem var langbesti tími fyrir hennar, þannig hún hefði tapað 2 sekúndur og hún lagði af stað. Hér kemur hún niður á fullri ferð. Hvað gerir hún? Hún kemur hér í mark á tímanum 1:10:94. Þetta þriðji besti tíminn í seinni ferðinni, en dugar þetta henni í fyrsta sætið? Já, 2:18:02 og þetta besti samanlagði tíminn og þá því Helga María Vilhjálmsdóttir, ólympíu og landsliðskona, Íslandsmeistari í stórsvíi 2014. Freydís Halla Einarsdóttir, þú varst að ná þér í silfurverðlaun hérna í stórsvíinu. Ertu ánægð með árangurinn? Já, ég er bara mjög ánægð, sérstaklega með seinni ferðina. Hvernig fannst þér aðstæður í brautinni í dag? Það var frekar slakt í fyrirferðinni, mikið að lausu snjó og frekar mjúkt færi, en seinni ferðin var mjög betri. Harðara snjórinn og miklu betra. Þú er búinn að keppa svolítið erlendis. Hvernig svona Hlíðarfjall við hliðina á keppnistöðunum erlendis? Þessi stórsvínsbakki er bara mjög góður samanburðið við alla aðra, sko. Hann mikið landslegjanum beygir, þó hann sé kannski ekkert sá brattasti, þá er hann krefjandi og skemmtilegur. Og hvað fram undan? Það er bara að klára þetta mót hérna helgina, síðan Icelandair Cup í næstu viku, alþjóðlegt mót í Bláfjöllum. Síðan verður bara taka við held ég æfingar fyrir næsta tímabil. Innilega til hamingju með sigurinn í dag, Helga. Hvað var það sem skóp hann? Bara góð fyrirferð held ég. Seinni ferðin var ekki alveg eins góð, en fyrirferðin var það góð að það var allt í lagi. Þú áttir 2 sekúndur svona fyrir seinni ferðina. Varstu frekar róleg í brekkunum bara? Jú, eiginlega alltaf róleg. Varstu ekkert að taka hennar sénsa? Nei, alls ekki. Hvernig eru aðstæðurnar í Hlíðarfjalli í dag með við svona allt sem þú hefur gengið í gegnum í vetur? Ég hef bara ekki skíðað þessar mjúku færi allan vetur. Þannig að þetta var svona erfitt? Já, mjög erfitt. Í brauti núna Dominik Demsjar frá Austurríki. Dominik var á fyrri tímanum 1:06:72. Þetta 4. síðasti keppandi sem kemur niður. Hann keyrir á fullri ferð. Hann ætlar sér greinilega að taka gullið hér í dag og hvað gerir hann? Já, þetta besti tíminn í seinni ferðinni 1:07:77. Frábær ferð hjá Dominik Demsjar og setur mikla press á þá 4 skíðakappa sem eftir eru. Þá 3 skíðakappa sem eftir eru fyrirgefið. 2:14:49 samanlagður tími. Í brautinni núna Sturla Snær Snorrason frá skíðafélagi Reykjavíkur. Hann í unglingalandsliðinu og keppti á HM unglinga. Hann var á 1:06:49. Hann var með 3. besta tíman eftir fyrirferðina. Og hvað gerir hann? Við sjáum hann. Hann á geysilegri siglingu. Efnilegur strákur. Hvað gerir hann? Hann kominn hérna næst síðasta hliðið. Já, og hann að sigla í mark á 1:08:75. 7. besti tíminn í seinni ferð. Þetta ekki hans. Hann óánægður með sjálfan sig. Við sjáum hann hérna koma fram hjá. Brian Cookson frá Kanada. Hann var á 1:06:11 eftir fyrirferðina. Frábær fyrirferð hjá honum. Og þetta næst síðasti keppandinn, Brian Cookson. Hann kemur hér í mynd efst í lokakaflanum núna. Já, hann á góðum tíma strákurinn, misti þetta skíð örlítið. Hann kemur í lokahlið á tímanum 1:09:37. Ekki hans besti tími. En í brauti núna enginn annar en Einar Kristinn Kirkjusson, ólympíufari, og hann var með besta tíman eftir fyrriferðina, 1:05:92. Og við ættum að sjá hann í mynd núna, efst, efri brekkunni. Hann á rosalegri siglingu, ekki má mikið út að bregða því að eins og við sáum áðan þá það mikil og hörð samkeppni og þetta kemur ljós eftir örfá sekúndur hver verður sem hampar titlinum hér í dag. Einar á góðum tíma. Fólk að hvetja hann áfram. Hvað gerir hann? Ólympíufarinn sjálfur og 1:07:82. Þetta annar besti seinni tímaferðin. Og samanlagður tími 2:13:74. Einar Kristinn Kristjánsson Íslandsmeistarinn á samanlagðum tíma. Frábær árangur hjá ólympíufarnum okkar. Koma hérna framan á hæðinni og hann eins og áður sagði síðasti keppandinn í
flokki karlna í stórsvíi. Sturla Snær Snorrason, annað sæti í dag, sáttur? Já, ég get alveg sett það. Ég er bara búinn að leggja áherslu á skíðaæfingar á Íslandi. Þannig að ég er bara mjög sáttur með það. Ég get verið að leggja mikla peninga og ferðalög í þetta. Þannig að ég er bara sáttur að koma svona inn með annað sæti. Mótið frekar sterkt eða ekki? Jó, það komi hellinga í útlendingum. Og það hafa ekki verið yfir 20 á landsmóti í svona 4 ára eða eitthvað. Þannig að það er ógeðslega gaman að hafa svona mikið af keppendum, meiri samkeppni. Og hvað er svo framöndan hjá þér í klára tímabilið? Það er bara mótið á morgun. Byrja á því alltaf. Já, taka svíð á morgun? Já, ég er meiri svíðmaður heldur en stórsvíð. Þannig að það þarf að taka gullið þar? Já, það er stefnan. Einar, Íslandsmeistari í stórsvíði, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Hvernig gekk þetta hjá þér í dag, svona þitt mat? Þetta gekk vonum framar. Það einu útlendingar sem eru helviti góður á skíðum og það er bara í 7. himninum ekki að vinna það. Og brautin, var hún í lagi? Það var svona hægari tímar í seinni ferðinni eins og væri aðeins lausar í sér? Já, það var aðeins meira högg í brautinni í seinni ferð. En það var betra taki á skíði. Enn í fyrirferðina. Það var slust óna og þannig að það var eiginlega betra að skíða og skemmtilegra að skíða í seinni ferðinni. Þetta er ekki búið að vera rólegur vetur hjá þér. Þú fórst Ólympíuleikana og fleira til. En hvernig er að koma svona, eins og sé, heim til Íslands og taka svo Íslandsmeistaratitil? Það er alltaf frábært að vera Íslandsmeistari, en Ólympíuleikarnir voru risastórt dæmi og ég fór strax á heimsmeistaramót unglinga eftir það og það var líka mjög gaman. Það fer allt í reynslu bankan í framtíðinni, þannig að þetta verður spennandi. Hvað er svo framhaldið? Ég veit þú ert með í Svín á morgun, ekki satt? Jó. Og hvað er síðan svona tekur við eftir það? Tímabilið fer að klárast, ekki satt? Jú, það er náttúrulega samhliða sig á sunnudaginn, síðan keyrum við til Reykjavíkur á mánudaginn held ég og keppum þar á 3 mótum Iceland Cup og síðan gæti verið ég sé að fara til Noregs aftur einu sinni að keppa í reisasíi, bara svona til að hafa gaman. Þannig að þú færð ekki 1 mínútu í frí? Nei, síðan þegar það er búið þá getur maður aðeins slappað aðeins smá tíma að fara að vinna og síðan maður bara að byrja að fyrir næsta vetur. Í skíðagöngunni var keppt í 4 mismunandi flokkum. Drengir 16–17 ára gengu 10 km og þar var það Albert Jónsson frá Ísafirði sem bar sigur úr bítum. Albert, til hamingju með sigurinn. Hvernig var að ganga þetta í dag? Það var alveg fínt sko, en það tók á, það var erfitt. Þú lítur ekkert út fyrir að vera þreyttur. Geturðu tekið aðra eins göngu? Kannski ekki í dag, en kannski morgun frekar. Þið voru 2 Ísfirðingar í þínu flokki. Er mikil samkeppni ykkar á milli? Já, mætti vera meira sko. En þú ert greinilega sterkar og þú lítur að vera ánægður með gullið í þetta skipti? Já, ég er mjög ánægður með þetta. Þetta er svona fyrsta skiptið að ég get eitthvað í alvörinni. Og það var sprettgangan í gær og hefðböndin í dag. Verður með á morgun og sunnudaginn í boðgöngun og hefðböndin? Já, ég ætla að vera með í skautin á morgun og svo boðgöngun á sunnudaginn. Er þetta ekkert erfitt? Er þetta ekki mikið álag fyrir lærin og lappirnar? Þetta venst. En þetta getur alveg verið erfitt sko. Og hvað gerir maður svona frá keppnin í dag þegar þú byrjar aftur á morgun? Hvað er lykillinn að því til að geta verið með ferska lappir á morgun? Hvíla sig og bara fá sér að borða. Eina sem við gerum annars. Ég óskar aftur til hamingju og gangi vel á morgun. Takk fyrir það. Stúlkur 16–17 ára gengu 7,5 km og þar var það hinn unga og efnilega Elena Dís Víðisdóttir sem sigraði eftir harða keppni. Elena Dís, til hamingju með sigurinn. Hvernig var að ganga þessa kílómetra alla? Bara mjög fínt. Ekkert erfitt? Jú, mjög erfitt. Erfitt að brekkurinn. Og þú varst í sprettgöngunni í gær líka. Það lítur nú að hafa tekið aðeins á lærunum, er það ekki? Jú, það gerði það og líka rosalega beygjur í gær. Og hvernig, þú kepp með hefðbundin að fyrir í dag. Henta það þér vel? Já, það er mjög sterkari grein. Já. Mættu með óhefðbundin á morgun líka? Já, auðvitað. Þannig að það er engin hvíld á milli? Nei. Og hvað er það svona, myndirðu segja, hafi verið svona lykillinn að sigrinum? Góðar æfingar eða? Já, bara... Ég veit það ekki alveg. Þú ert í fantaform allavega. Við óskum það bara til hamingju með sigurinn og gangi vel á morgun. Já, takk.
Hjá konunum var það Katrín Árnadóttir úr skíðafélaginu Ullur sem að vann eftir harða samkeppni við Veroníku Lagún og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir. Katrín, það var silfur í gær og gull í dag, til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Hvernig var þetta? Þetta var verulega erfitt í dag, alveg bara, ég þurfti að hafa mig við allan tímann sko. Og þú tókst smá tíma að jafna þig eftir á, gafstu allt í þetta? Já, ég var rosalega þyrst inn í síðasta hringnum, svona hausinn á mér svolítið léttur, þannig að ég þurfti bara samt að klára þetta og svo stutt á milli okkar, þannig að ég reyndi bara að gefa í og klára þetta og hvíla mig svo bara þegar þetta var búið. Og þú tókst nú, eins og ég sagði, þátt í sprettgöngunni í gær. Já. Hafið þið eitthvað að segja í lærunum í dag? Það var ekki mikið sko, ótrúlega lítið hef ég á að segja eins og er. Og hvernig var brautin í dag? Brautin var mjúk en samt mjög viðráðanleg. Það var svona, gær voru beygirnar orðnar svolítið harðar sko, en í dag voru það mýkri og maður gæti betur stjórna sér, þannig að þetta var bara mjög fínt. Og áburðurinn góður, þannig að frausa ekki undir hjá mér eða neitt, þannig að þetta var mjög fínt. Og er hefðbundna aðferðin, er það þín sterkasta? Ég þóra nú ekki alveg að fara með að jú, sennilega er ég betri í því. Þú ert alveg ríkjandi Íslandsmeistari, til hamingju. Já, takk fyrir það. 10 keppendur voru skráðir til leiks í kartaflokki og þurftu þeir að ganga 15 km. Það var 6 stiga hiti þegar þeir lögðu af stað og brautin því frekar laus í sér. Hart var barist en á endanum var það Sævar Birgisson sem stóð uppi sem sigurvegari. Brynjar Leó Kristinsson var í öðru sæti og Vadim Gusev í þriðja sæti. Sævar Birgisson, 2 keppnisstjörnur, 2 gull. Hvernig ert í dag? Herri, þetta var bara ágætt í dag. Þetta var náttúrulega puð, erfitt færi og krefjandi braut og hefði kannski mátt að vera með aðeins betri festu en þetta var alltaf lagi. Og eins og segir, erfið braut, það er náttúrulega frekar hlýtt í fjallinu í dag, þetta bara fara að minna á hitastig út Ólympíuleikunum, ekki sett? Já, það líka við, það var verið sól, það var þetta örugglega bara svipað, þannig að maður svo sem þekkir þetta færi en þetta er alltaf erfitt, alveg sama hvað, þannig að maður þarf að breyta aðeins tækninni og stytta skrefin, þetta er svona smá breytingar sem maður þarf að hugsa út í keppninni sko, og kannski fara aðeins skynsamlegra stað heldur sem maður gerir vanlega. Það er ekki nema, við náum ekki 24 tímum síðan þú tókst gulli í sprettgöngunni. Hvað segir skrokkurinn við svona álagi? Skrokkurinn er alveg bara þreyttur eftir allan að vetur. Þetta er náttúrulega búið að vera langur vetur, búin að keppa sér í nóvember, og hugurinn náttúrulega komin eitthvað allt annað heldur en í keppnir, þannig að gærdagurinn situr ekkert rosalega mikið í mér af því að þetta var frekar stutt og það var kannski bara rétt aðeins í úrslitunum sem ég tók alveg max sko. Þannig að ég ætti nú maður á að þola þetta, en ég finn alveg maður er svona stutt í krampan sem staðar í sumum veðum, þannig að maður það kannski að hvíla svolítið vel fyrir morgundaginn. Já, og kannski geturðu gefið okkur einhver leyndamál sem þú notar til þess að vera klár fyrir morgundaginn? Já, þetta er nú bara einfalt. Maður drekkur nóg og borða vel og svo á ég svona kompressjónföt sem ég er í á milli æfinga og keppna oft. Það hefur verið að virka vel fyrir mig og svo er bara að teygja og þetta klassíska sko. Og sofa vel. Og stefna sett á gulli á morgun? Ég verður maður ekki að segja það, annars er þetta bara gaman. Við eigum örugglega eftir að berjast járn í járn hjá Brynjar á morgun, þannig að ég hvet bara fólk til að koma upp í fjall og fylgjast með okkur, pína okkur hérna í gegnum þessa 10 km. Takk hérlega fyrir og gangið vel á morgun. Takk, takk. Brynjar, 15 km að baki, annað sæti þitt, hvernig ertu? Bara sprekkur, mun hressari en ég var í gær, þannig að þetta var það sem ég stemdi á og ég veit að Sævar allavega keppni, þannig að ég er bara sáttur með þetta einu dag. Hvað segir skrokkurinn eftir svona, 46 mínútur með 15 km? Þetta er ekki að færa í hvers og eins? Ja, hann er þreyttur núna, illt í maganum og nú er bara að ganga sér rólega niður og hvíla vel, borða vel og drekka. Þá er maður vonandi klár í toppstandi fyrir morgundaginn. Og á morgun er þín sterkasta grein, frjálsaðferðin ekki satt? Jú, það er stefni á að gefa allt sem ég á, koma hérna á dauðþreyttur í mark, vonandi með gull. Þannig að það verður allt gefið í þetta morgun. Og þú talar aðeins blautt færi, hvernig er brautin, er hún erfið? Já, hún er, þetta tekur mikið á. Þetta er mjög blautt og þungt fyrir lappirnar og maður verður stífur fljótt. Sérstaklega í skautinu býst ég við, sem er á morgun. Þannig að þetta var erfitt. Við ætlum ekki að halda þig mikið lengur frá því að fara að koma þér að labba þig niður og svona. Við áskuðum bara góð skengir á morgun. Takk að þér.
Þá þessum fyrsta þætti okkar frá skíðalandsmótinu að ljúka. Við höfum fylgst með sprettgöngu, stórsvíi og göngu með hefðbundinni aðferð. Á morgun það svíið og ganga með frjálsri aðferð sem á dagskrá og við vonum að þið fylgja okkur eftir. Takk fyrir í bili. Skíðamót Íslands í boði OTA. Og dagurinn bara allt annað.